Velkomin að Rauða borðinu á miðvikudagskvöldi 15. desember. Í kvöld er svona ríkisfjármáladagur hjá okkur. Við ætlum að ræða fjármálaáætlun og fjárlögin, kannski fjáraukalögin fyrir þetta yfirstandandi ár og svona hvernig þetta rímar við stefnu ríkisstjórnarinnar, hvort það sé hægt að lesa einhverja pólitíska stefnu út úr þessu eða einhver svona setja að meta stöðu efnahagslífsins og stöðu ríkisfjármála á næstu misserum út frá þessum gögnum. Til þess að gera þetta er kominn hér fastagestur, Ásgeir Brynjar Torfason, en hann er hér núna sem fulltrúi í fjármálaráði, en þau voru einmitt að skila af sér greinargerð held ég bara í dag, leggja inn til þingsins sem að fjármálaráðið á að þjónusta. Og hérna líka Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem er hagfræðingur BSRB og fyrrum þingkona eins og við munum. Og það gæti verið að hingað kæmi inn Kristrún Frostadóttir sem er niður á þingi, búin að vera niður á þingi í dag að ræða fjárlögin. Við sjáum til hvort að hún detti ekki hérna inn, en við ætlum að byrja á því að fara aðeins yfir niðurstöður fjármálaráðs. Ásgeir Brynjar, þetta er 40 blaðsíðna skýrsla, getur ekki greint aðalatriði hennar í fáeinum setningum, er það hægt? Já, ég skal reyna það og best að ítreka það, ég er fulltrúi í fjármálaráðinu en ég er alls ekki fulltrúi fjármálaráðsins. Fjármálaráð talar bara í gegnum álitin sín sem er núna komið á vef þingsins. Við skiluðum fyrir miðnætti í gærkvöldi því við fáum 14 daga frá því að fjármálastefnan er lögð fram. Og hún er svona stóri rammi opinberu fjármálana fyrir allt kjörtímabili. Hún þarf að gilda til minnst 5 ára. Síðan koma þessar fjármála áætlanir á hverju vori sem er síðan ramminn fyrir fjárlögin sjálf sem koma hausti. Og þetta er það sem við tölum sem svona hringrás stefnumörkunar í opinberum fjármálum. Og þá er hugmyndin sú að í þessari fjármálastefnu eru bara svona hlutfallstölur af vergri landsframleiðslu, svona stóru línunar en samt út allt kjörtímabilið og lengur en það. Í áætlunum á vorin koma síðan svona stóru rammarnir í tölum, krónum, en ekki í eins miklum detail upplýsingum eins og síðan fjárlögin sjálf sem eru hin endanlegu lög sem úthluta peningunum. Og við reynum að gera þetta svona hlutlægt og út frá staðreyndum upplýsingum en blanda okkur ekki inn í hérna pólitísku umræðu, heldur reynum við bara að þjóna þinginu með þannig að pólitísku umræðu verið betri, þannig að það er bara fínt að Kristrún ná ekki að koma hérna inn fyrir eftir að ég er flúin út yfir í næsta viðtal en við síðan kynnum þetta álit okkar fyrir fjárlaganefnd þingsins sem síðan afgreiðir þetta en einn af punktunum í þessu núna er við höfum gagnrýnt áður þegar við höfum fjallað fyrri stefnur fyrir ríkisstjórna að það hefur verið svolítið þröngur tímaramminn frá því að komi stjórnarsáttmáli þar til að komi stefna. Þetta hafa verið 2 vikur í síðustu 2 ríkisstjórnum. Núna reyndar kom stjórnarsáttmálin á sunnudegi og stefnan kom á þriðjudegi, þannig að það voru 2 dagar núna en ég reikna nú með að þetta sem sagt skarast, þannig að það hefur verið byrjað að vinna þetta einhverju leyti bæði innan ráðuneytisins og vonandi þau sem mynduðu stjórnina verið með þetta til hliðsjónar af því að pólitísku línunar úr stjórnarsáttmálanum mega síðan að birtast í stefnumörkunin í stefnunni og það er einn punktur sem við tökum upp að það er kannski ekki alveg samhljómur á milli, kannski út af þessum tímaskorti, kannski að því það á eftir að gera það, en það er í stjórnarsáttmálanum sagt að ég efla styrkja og þá vill maður síðan sjá það hvernig á að útfærast í aðgerðum í stefnunni og svo náttúrulega eru alls konar aðra stefnumörkun rekstri, það er samgöngustefna, það er heilbrigðisstefna, þannig að þær eiga að vera svona bakgrunnsvinnan fyrir síðan hvernig
fjármálastefnan lögð upp og náttúrulega síðan tími fram á vorið að vinna áfram í þessu. En núna, að því lögin segja, það verður að vera búið að leggja fram stefnuna eigi síðar en fjárlögin. Þannig þess vegna núna kom þetta fram bæði saman á 1. desember. Þannig að það síðan verður að klára að afgreiða fjárlögin fyrir árslok og þá líklegt að verði ekki fara að tala þessa fjármálastefnu fyrir 9. janúar en hún samt það plagg sem að fjárlögin eiga að rúmast innan og fara eftir. Þannig að ég reikna með... Ásgeir, má ég aðeins spyrja þig. Þú segir að það sé svona ósamræmi á milli stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar, stjórnarsáttmálans og fjármálastefnunnar, að það sé ýmislegt talað að eigi að gera í stefnunni, svo í stjórnarsáttmálanum, en þess sér ekki merki í fjármálastefnunni. Það svona verið að keyra áfram af svona aðhaldi líklega. En hvað með munin á fjármálastefnunni og fjárlögunum? Það fullkomið samræmi þar á milli? Já, sko, við komum ekki að fjárlögunum sjálfum, heldur það bara síðan Ríkisendurskoðun sem fer yfir þau eftir á. En þegar berið þau saman, ekki hvort það sé samræmi á milli, það lítur að vera eitthvað hlutverk. Ef fjárlögin eru þvert á fjármálastefnuna, þá eitthvað. Já, og grunnlínan sem maður miða við, fyrsta ár þessara stefnu 2022, það komu fjáraukalög núna bara í dag eftir að við skilum þessu áliti upp á, ég veit ekki hvað marga milljarða. Þannig að þetta allt svona svolítið hreyfanleg viðmið sem að gerir þetta svolítið erfitt og það í því felst gagnrýnin á hringrásina. Þetta ætti að vera meira rými í tíma til að vinna þessa þætti í réttri röð. Ef það væri kosið að voru myndustjórn, stefnan komin, unnið í fjárlögunum síðan yfir sumarið í miðað við stefnuna sem lagt fram á hausti. En núna alveg eins og þegar það þurfti að endurskoða stefnunni fyrra, að þá kom áætlunin sem átti að koma í apríl ekki fyrir í hausti, en hún kom þó endurskoðu stefna í ágúst, samþykkt í september, svo komu fjárlögin í fyrra í október, samþykkt fyrir árslok. Þannig að maður verður bara að laga sig að aðstæðunum innan rammalagana, en auðvitað eru þetta mjög skringilegi tímar og það nú ein af niðurstöðunum í skýrslunni. Þetta náttúrulega búið að vera 2 ár af þessu COVID. Við erum búin að safna upp alveg hellingsskuldum á þeim tíma og aðalega það mjög stórt gap núna á milli teknanna og gjaldana. Skuldina sjálfar í sjálfu sér ekkert stórt vandamál. Við höfum sagt það í fyrir álitum og segjum það enda núna. Sjálfbærni þeirra, hvort við munum hafa efni á þessum skuldum, í sjálfu sér ekki áhyggjuefni að því vextirnir eru orðnir það lágir og verða vonandi lágir áfram og hlutfallið ekkert svo rosalega hátt, sérstaklega hjá okkur með önnur lönd, en það reyndar hvernig það síðan skilgreint og hvernig samanburðurinn gerður lengra mál, en aðalega skuldabyrðin alls ekkert svo íþyngjandi, en bilið á milli tekna og gjalda náttúrulega rosalega stórt núna og það það sem að opinberu fjármálin þurfa að snúast og þess vegna þetta orðið mikilvægt málefni núna, að það hvernig á að loka því gati aftur, þar að segja þá þarf annars vegar að minnka útgjöldin og hins vegar að auka tekjurnar. En Ásgeir, síðast þá gerðu þið ekki athugasemdir við þetta að mikil halla líklega því að það væri COVID og svona. Ertu að segja það að við séum komið það langt svona út úr COVID að svona mikill halli að hann sé ekki, að það verði að gera eitthvað í honum, annarkvort verði að hækka tekjurnar eða skera niður? Já, sko það í raun og veru út af því að fjármálareglurnar voru teknar úr sambandi í fyrra sem segja að hvað skuldina með vera miklar, hvað hallinn má vera að hámarki og lögin segja að það þurfa að vera í nulli að jafna á 5 árum, það má fara í -2,5. Við fórum náttúrulega í 9% halla og nú erum við búin að vera með halla í 2 ár og það safnast upp sem skuldir, þessi halli og það það sem við eigum að leggja mat á. Þau breyttu lögunum í fyrra þegar þau tóku reglurnar á sambandi að þær áttu ekki að koma í gang aftur eftir 3 ár eins og lögin sögðu, heldur var því frestað til 2025 árslok. En við eigum að segja álitunum hvort að stefnan eins hún lögð fram muni gera það kleift að setja reglurnar í gang í árslok 2025. Það sem gert í þessari stefnu
sem breyting frá fjármálaáætluninni síðan í vor og það það góða við strúktúrin á þessum lögum, þessu kerfi, að það alltaf til 5 ára áætlun, þó að verði kosningar og síðan þarf náttúrulega ný ríkisstjórn að setja sér nýja stefnu en auðvitað, núna þetta sama fólkið, þannig að auðvitað einhverju leyti tekur þetta með af hinnu þó þau vilja eitthvað breyta áherslum, en það var miðað við það í vor að skuldirnar myndu hætta að vaxa 2025, að því þá síðan 1. janúar 26 á reglan að byrja að virka aftur að þó þú megi vera með meira en 30%, þá verður að lækka ákveðið hlutfall á ári til að höggva á þær þannig að þær komist niður í 30. Og það það sem við eigum að leggja mat á núna og síðan í hverri áætlun á hverju vori og það svolítið flott sem að ráðuneytið búið að gera í stefnunni núna að það bætt við svona óvissubili. Það að segja að það sem að tölurnar í stefnunni segja annars vegar það svona þak á skuldirnar, hvað mega verða hámark, núna það 46% í lokin, það mega svona hækka smám saman í viðbót, en það stoppa ekki núna 25 eins og var áætlað í vor, heldur stöðvast hækkun skuldan ekki fyrir en 2026 núna. Og við gagnrýnum það aðeins, að því að þá hafði bæði komið inn á árið sem reglurnar eiga að vera farnar að gilda aftur og það komið út fyrir þetta kjörtímabil, inn á næsta kjörtímabil, næstu ríkisstjórnar, sem að verkefnið við að stöðva skuldirnar og að byrja að lækka þær kemur saman á einu ári. Þannig að það samt alveg hægt, segjum við, miðað við forsendurnar sem þetta leggur upp með, miðað við að það sé ekkert mikið vesen að fara að vera áfram í veirunni og að hagspáin verði eins og Hagstofan búin að leggja hann upp með í þessum forsendum sem hér byggt á. Þegar þeir að segja það að skuldina, hallinn sé of mikill, þá ertu að segja það út frá hlutverki þínu sem hluti af fjármálaráði sem að segir það ef að þetta markmiðið að vera að koma með þetta í jafnvægi og byrja að greiða þetta niður 2025 eða 2026 að þá þetta svona í það mesta sem þetta núna kannski farið að verða ólíklegt að þetta náist. Þetta ekki þú sem hagfræðingur sem að leggja það til að segja hallinn sé óeðlilegur eins og núna og ríkisstjórnin þurfi að fara að ákveða sig hvort hún ætli að hækka skatta eða skera niður útgjöld sem að mögulega hvort sig pólitískur ómöguleiki, svo kallaður. Hvort þetta meina þetta að ríkisstjórnin eigi núna að fara að fókusera á því að minnka hallann eða þetta segja það miða við þau skilyrði sem að þið setjið ykkur að þá verðið að fara að hugsa það? Núna ég að segja frá því sem í álitinu og við vorum búin að benda á í fyrri álitum að hinn undirliggjandi halli svokallegi var orðinn neikvæður þegar 2019. Þá var næstum því 1% munur á milli tekna og gjalda, þar að segja tekjurnar dugðu ekki alveg fyrir útgjöldunum. Það hægt í hagvexti þegar allt að vaxa, að tekjurnar að halda áfram að hækka, útgjöldin halda áfram að fylgja því eftir, að þá geturðu lifað með svona smá mínus að því allt alltaf að fara upp á við. Þegar þú síðan lendir í vá og sérstaklega síðan þegar þú lendir í svona faraldri að það fyrir að þrengja þá birtist að þér að þú ert búin að vera aðeins að ganga á yfirdráttin, þú ert búin að vera aðeins að eyða meira og aflar og við erum bara að segja þarna að það ekki hægt að treysta á viðbótar hagvöxt og þá muni þetta reddast. Og það ekki hægt að treysta á að það verði alltaf nógu mikill hagvöxtur til þess að vinna upp í þetta gat sem á milli tekna og gjaldana. Heldur þurfi núna að fara að láta þetta ganga upp. Hvort að menn eigi að hækka skatta eða hve mikið eða skera niður útgjöldin eða draga úr útgjöldunum, það skiptum við okkur ekki af, það þarf pólitíkinni fjalla um. En hún verður að fjalla það.
Hún getur ekki... Þið eru að segja megin skilaboð allra ríkisstjórnarflokkana í kosningabaráttunni að við ætlum að vaxa út úr kreppinu og þurfum eiginlega ekkert að gera til þess að því að nú öll hjólin að fara að snúast og við sjáum það bara, horfið bara út á gluggann, krakkar og sjáum það, þetta allt að koma og við munum ekki þurfa að grípa til einhverja aðgerða vegna þess að hagkerfið mun vaxa, þannig að við þurfum ekki að grípa til skattahækkana eða mikill niðurskurðar. Þetta voru skilaboðin og þú ert að segja það að þetta eiginlega standist ekki svona skoðun lengur. Já, sko núna hagvöxturinn kominn í gang, atvinnuleysi búið að minnka, þannig að núna þarf maður að byrja að hugsa að því gefnu að helvítis veiran haldi ekki áfram að gera óskunda, að hvernig ætlum við að byrja að loka þessu mun. Þetta sem var fyrir COVID, sem var 1% kannski munur á tekjum og gjöldum, núna 10%. Sko, tekjurnar eru 38% af landsframleiðslu, gjöldin eru 48% af landsframleiðslu í fyrra, eiga að fara niður í 44 í ár. Það lagast að hluta til sjálfkrafa út af sveiflujöfnunum, þar sem atvinnuleysisbæturnar, allt sem flæðir þar út bara minnkar af því að atvinnuleysi minnkar. Fleiri fara að vinna, það koma meiri skattekjur inn, þannig að hluta gerist þetta að sjálfu sér þegar hagvöxturinn kemur, allt í góðu með það, en og við erum bara að benda og þau benda á það sjálf í stefnunni, til dæmis rafbílavæðingin sem gefur eftir tekjur ríkissjóðs af bílum, rafmagnsbílum, sem sagt veikir tekjurnar sem ríkissjóð fær, til þess að hvetja fólk til að fá sér rafmagnsbíl, að þær ger ekki bara það, heldur það keypt á minna af bensíni sem aðal tekjuöflunin fyrir ríkissjóð til að borga fyrir vegina, þannig að þeir setja sér stefnu í varðandi það í fjármálastefnunni núna, að það þurfi að endurheimta þetta tekjutap sem hefur orðið þarna vegna þessar góðu þróunar með til dæmis orkuskiptin úr bensín yfir í rafmagn. Fyrir utan það líka gott út frá gjaldeyrinum okkar, við þurfum að efla minni gjaldeyris til að kaupa olíu frá útlöndum. Þannig þetta eru mörg góð mál og það alveg mjög gott að menn fóru ekki í harðan niðurskurð á þessum 2 árum þegar COVID gekk yfir og það alveg í samræmi við ráðleggingar alþjóðastofnana og svona samhljóminn úti í heimi hjá þeim sem að fjalla opinber fjármál að gera nú ekki 2010 mistökin að fara í einhvern harðan niðurskurð til að loka gatinu hratt. Það einhver leyti það sem menn meina með að vaxa út úr vandanum. Vextinni verða líka að vera lágir að því þeir stýra skuldabyrðinni fyrir ríkissjóðin og fyrir öll sveitarfélögin. Og síðan það sem pólitíkin þarf að fjallum og kljást hvað ætlum að taka langan tími í þetta að loka þessu gati og hvernig ætlum að gera það. Í áætluninni vor að því að var rétt fyrir kosninga var bara sagt, það var kallað afkomu bætandi aðgerðir 50-50 á tekju- og eignarhlið. Það var bara út af því að það þurfti að láta reikniverki í gangi. Núna tala menn ekki afkomu bætandi aðgerðir, en við erum bara að benda á að það ekki hægt að treysta á hagvöxtinn og aukna tekjuöflun af hagvöxtinum til að láta gati lokast. Ríkisstjórnin þarf að taka einhverjar ákvarðanir, það ekki hægt að vonast til þess að þetta blessist að sjálfum sér. En það sem mútt nefna það að þetta hafi verið svipað og var eiginlega gert út allan heim. Það ekki bara þannig að ég held að Ólafur Þór Harðarson stjórnmálafræðingur hafi verið í einhverju fréttum daginn að svona ráða í stefnu ríkisstjórnarinnar og svona fjármála að þetta væri miðjustjórn af því að þarna væri ekki verið að grípa til niðurskurðar og væri svona þessi sjónamið í ríkisrekstri en þetta eru bara meira og minnandi ríkjandi viðbrögð við COVID út allan heim. Þannig að með sömu rökum ætti segja að ríkisstjórn Boris Johnson væri miðjustjórn og þýska ríkisstjórnin og gott ef ekki bara Bolsonaro í Brasilíu var líka miðjumaður að þessu leyti. Þannig að það ekkert sérstakt viðbrögðin á Íslandi. Þau eru alls ekki ýktari í því að grípa ekki til niðurskurðar heldur en bara almennt í heiminum með það. Nei, og ég held að Óli Harðar hafi nefnt að þetta væri svona keynesísk hagfræði sem svifi vötnunum. Það kannski ekki alveg hægt að segja að lögin opinber fjármál byggi að fullu á keynesískri hagfræði. Þannig að það kannski
einhvern tímann á næsta ári þegar ég verð búin að skrifa síðasta álitið mitt fyrir áætluninni í vor, að þá get ég farið að tala meira frjálsar út frá Keynes og öðrum, að því við að sjálfsögðu fylgjum lögunum sem gilda og gerum þetta álit út frá þeim lögum. Ef það væri keynesismi þá væri búið að afnema þessi lög eða þau mörk sem að væru þar, en það að þau séu þarna ennþá og bendi þá frekar til þess að þetta sé nýfrjálsík ríkisstjórn heldur en Nei, sko, lögin eru á margan hátt góð, miðað við hvernig það var áður, að það mjög gott að setja bæði markmiðum stefnumörkun að það sé ekki verið að lauminn í fjárlögin einum göngum eða einni brú 50. kvöldi fyrir pentun á þeim, að menn séu með vegaáætlun, heilbrigðisáætlun, langtímastefnur og hugsi hlutina svolítið svona meira enn í fjárlögum frá fjárlögum ári til árs og svo verði rosalega eðslu fjárlög rétt fyrir kostningar. Þú veist, þetta En byrju Ásgeir, þú byrjar á því samtalið á því að lýsa að þetta væri hugmyndin, en það væri raunverulega ekki farið eftir henni, sko. Hugmyndin væri svo að þú býr til stefnuna og svo áætlunina og svo fjárlögin, en að sumuleyti þetta gert öfugt, sko. Það brugðist við í fjárlögunum og þá bara áætlunni breytt og svo stefnunni breytt. Þannig að þú ert annars verið að lýsa því hvernig þetta ætti að vera, en svo varstu núna fyrst í samtalinu að segja eiginlega að þetta ekki þannig, þetta eiginlega öfugt, sko. Það verið að láta ákvarðanir frá degi til dags, stýra, þú veist, fjárlögin skipta mestu máli, svo aðlagaru áætlunina og stefnuna eftir á. Þannig það búið að vera undanfarin ár, sko. Er það ekki? Það mátti ekki segja það fyrir eftir 1 ára. Það búið að endurskoða síðustu stefnu tvisvar. Það var endar mjög lítilvæg endurskoðun eftir þá var ekki farið í að taka afkomureglur úr gildi, þannig að sko, það var bara verið að víkka stefnumið sem þau höfðu sett sér sjálf í þeirri stefnu af því að þau voru búin að slá í gólfin og tökin. Þannig að núna það sem ég var að segja sem var búið að reikna út svona óvissubili viðbót sem þú mátt fara inn á ef að hagþróunin verður verri. Þannig að það þurfi ekki að endurskoða á hverju ári ef að það hverfur lóna eða kemur eitthvað upp á. En það mætti segja það, Ásgeir, mætti segja það að svona megin athugasemdirnar séu þessar tvær. Annars var þetta gatið. Að gatið eiginlega of stórt til þess að áætlanir það að það svona hverfi að sjálfu sér og skuldirnar fara að minnka upp á 2025 eða 2026. Það annars vegar það og svo hins vegar svona það ætti vera aðeins meiri festa í því að það fyrst væri mótuð stefna og svo áætlun og svo fjárlög. Já. Þetta megin athugasemdir ykkar. Já. Og það ekkert annað sem að þú vilt bæta við áður en að ég sleppi þér í viðtali við Boga Ágústsson. Nei, ég þarf eiginlega að fara að drífa mig upp yfir í sminkið. Ég held að það fullt annað innihald í þessum 35 síðum. Já, við ætlum ekki að letja fólk í því að fara á netið og finna 40 síðna skýrslu fjármálaráðs sem að ég segi ekki jólagjöfin í ár, en eitt af því skemmtilegt sem að fólk lesa á aðvendunni. Og þingsályktunartillögunum fjármálastefnuna sjálfa, hún er nú bara 12 síður, þannig að það upp af skjalið. Herðu, kæra þakkir Ásgeir Brynjar, ég ætla að kalla næst til Sigríði Ingibjörgu sem er hagfræðingur BSRB, fulltrúi verkalýðshreyfingarinnar við þetta borð í dag. Hvað segirðu ég ætla nú ekkert að fara yfir það sem að hann var að segja, en við ætlum kannski að taka upp samt þetta með gatið, af því að þetta mun kannski verður lita svona pólitíska umræðu í framhaldinu, ef þetta rétt hjá fjármálaráði, að þetta mun ekki reddast að sjálfu sér, þannig að stjórnvöldin þurfa að taka ákvörðun, annarkvort að taka þessar reglur úr gildi og segja að við erum bara til í að skulda meira en 45% í lengri tíma, eða við verðum að hækka skatta, eða við verðum að skera niður opinbera þjónustu. Kannski mun umræðan verða þetta. Hvað ef að ég mætti bjóða þér þessa 3 rétti, hvað myndir þú velja af þessu? Að við myndum slá þessu á frest, sjá hvernig við komum út úr kreppunni og láta þessi svona mannanna verk sem að lögum opinber fjármál eru með öllum þeim mörkum sem þar eru, láta það bíða, eða það komið tími til þess núna á aðvendunni og á
vetramánuðunum að við förum að taka ákvörðun það hvort við ætlum að hækka vexti eða skera niður útgjöld hérna á næstu misserum. Sko, má velja fleiri en eitt. Sko, það sem að við náttúrulega veitum alltaf umsögn öll þessi plögg sem koma og það sem að vekur langar bara aðeins að bara örstuttan inngang. Það sem vekur athygli sko að þessi ríkisstjórn hefur talað að vaxa út úr vandanum og ég hægt að skilja hvaða merkingu þau leggi það. Því að þessi fjárlög boða aðhald, niðurskurð og örlitla útgjaldaaukningu á einstaka sviðum. Það sem að Ásgeir var að fara yfir, Ásgeir Brynjar, að það sem kallað ósjálfbærni í rekstri ríkissjóðs það að það voru lækkaðir skattar á ýmsum sviðum, til að mynda voru tekjuskattslækkanir sem að komu mjög mörgum heimilum til góða, en það var ekki hugað að því að það þyrfti að borga fyrir þær með einhverju móti til þess að þú ættir fyrir útgjöldunum. Og það ekki bara fjármálaráð sem bent á það að það væri búið að veikja tekjuhliðina mikið, heldur bara stóða beinlínis í fjárlagafrumvarpinu, ég held fyrir árið 2020, að það vantaði árlega 35 milljarða inn í ríkissjóð til að standa undir þeim útgjöldum sem að þá var svona pólitískur meiri hluti fyrir að vera með. Þannig að og það erfitt að hækka skatta þegar að það hart í ári, en við höfum talað fyrir því, BSRB, að skattar verði hækkaðir við höfum talað fyrir einhvers konar auðlegðarskatti, þrepaskiptum fjármagnstekjuskatti og líka bara við erum hér með auðlindir sem ekki verið að greiða eðlilegt gjald fyrir eins og fiskveiðiauðlindina. Þannig að það þurfi að huga því hvernig þú ætlar að afla tekna, því að við erum ekki eins og eðli málsins samkvæmt ekki hlynnt niðurskurði. Eitthvert heilbrigt aðhald í ríkisfjármálum ekkert óeðlilegt í eðlilegu árferði, en það verður að vera einhver pólitísk stefna hvernig þú ætlir að byggja upp þær meginstoðir samfélagsins sem gera góð samfélög jafnaðar og bara velsældarsamfélög, og það engin einhvern veginn virðist vera stefna það sem að hægt að lesa þarna út. Varðandi fjármálareglurnar, þá höfum við líka fjallað svolítið þær og við teljum að það var algjörlega eðlilegt að taka þær úr sambandi. Ég ætla alls ekki hér að segja að það ekki að vera fjármálareglur, en það þarf að endurhugsa hvernig þær að vera. Ég held til dæmis skuldaviðmiðið sem 30% í eðlilegu árferði, það eðlilegt viðmið? Þyrfti það ekki að vera hærra? Hvað með afkomuna? Við þurfum bara að taka þessa umræðu aftur. Og eins og þú segir, þetta eru aðgerðir sem farið í allan heim og það bent á það í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að við söfnuðum minni skuldum þrátt fyrir þennan mikla halla en flestar aðrar þjóðir, sem segir okkur að aðgerðirnar á Íslandi voru ekki stórar í alþjóðlegu samhengi og að skuldastaða okkar á svona mælikvarða vestrænna hagkerfa mjög eftirsóknarverð. Þannig að, og mér finnst ekki, á þess að ég ætla að fara að vera hér á dómhörn, mér finnst bara ekki fara saman tal og mynd í einhvern veginn því sem að ríkisstjórnin segist vilja gera. Hvort sem það þessi nýja stjórnarsáttmáli, fjármálastefnan eða fjárlagafrumvarpið. Og mér finnst það svona í raun og veru bara svona óþægilegt. Mér finnst það ekki traustvekjandi að það virðist ekki vera samhljómur hvernig eigi að gera hlutina, hvert við séum að stefna. Kannski vegna þess að ríkisstjórnin getur ekki komið sér saman það, því að þau eru bara ósaman á því. Og ófær að búa til samkomulag það og þau kjósa að skilja það bara eftir, þannig að þau leggja til þess að efla og styrkja en ekki að leggja til að hækka skatta en halda samt að þau ætla að halda aðhaldi í ríkisfjármálum og þannig að þetta bara stangast. Já, þetta gengur ekki upp, það bara þannig. Og það segir til dæmis í stefnunni það sem verið að ræða tekjuhliðina, að þá segir það segir í stjórnarsáttmálanum
að það eigi að skoða hvort að það ætti að vera koma reiknað endurgjald á fjármagnstekjur þeirra sem eingöngu hafa fjármagnstekjur. Þetta er mjög svona óljóst orðalag en svona gefur smá fyrirheit að það eigi nú eitthvað að svona setja smá byrðar á þá sem að hvað mest eiga. Það er ekkert talað það í fjármálastefnunni. Það er talað mögulega að því mér virðist vera einhvers konar frekari vegtolla og að setja meira af að nú muni launin muni að því það er hlutfallsleg öldrun og af því að það er þessi sjálfvirknivæðing þá verði launaskatturinn það muni svona draga svolítið veikja grunn hans og þá þurfum að fara meira með skattlagningu yfir á neysluna. Og það eru svona fullt af vísbendingum þarna sem að mér hugnast ekki og okkur, bara hvað þýðir þetta og hvaða stefnir þarna verið að boða. En það er hvergi talað fjármagnstekjurnar og það er kannski líka mikilvægt að benda á það að það hefur orðið gríðarleg auðsöfnun í síðustu 20 mánuði hjá ákveðnum hópum. Og það og við erum líka með opinber kerfi sem að hefur verið lengi hafa mikill niðurskurður í kjölfar hrunsins. Það hefur sannarlega verið bætt í en ekki nægilega mikið. Þetta er kerfi sem að eins og til dæmis heilbrigðiskerfi var í vanda fyrir. Og nú finnst mér nú er talað Landspítalinn sem að er hjartað í íslensku heilbrigðiskerfi og þarna er okkar mikilvægast eða svona mesta sérfræði þekkingin í svona flókinni læknisfræði og þarna eru þetta er svona kerfi sem að verður að fungera vel. Nú er talað bara eins og þetta sé einhver svona stjórnunarvandi. Það sé bara svona, nú þarf bara að taka þetta fastari tökum og fara að stjórna þessu alvöru. En þetta er spítali sem hefur verið fjársveltur til lengri tíma og er í óviðunandi húsnæði. Það var nú pólitískt svo flókið að koma sátt á það að byggja húsnæði sem að væri í einhverju samræmi við 21. öldina yfir sjúkrahúsþjónustu á Íslandi. Þannig að þetta er margra ára harmsaga sem heilbrigðiskerfið var svelt í mörg ár fyrir hrun, það var síðan skorið niður við hrunið, það var einhver leyti verið bætt við það en það er umverulega, þannig að þú ert að tala að við ættum eiginlega að fara að horfa til að taka upp þráðinn kannski frá 1995 og segja hvernig hefði heilbrigðiskerfið þróast vel ef við höfum haldið vel utan það öll þessi 25 ár, eitthvað svoleiðis. Í staðan fyrir að vera miða við síðasta ára eða það síðasta sem er bara óeðlilegur viðmunarpunktur. Og það er líka, það er undirmönnun í kerfinu og svo er, alþjóðastofnanir ég held að það hefði verið alþjóðaheilbrigðisstofnun sem sagði næsti faraldur verður faraldur kulnunar. Karolínska sjúkrahúsi sem að Björn Zoëga stjórnar nú, þar var hann einmitt að tala ástandi fyrir starfsfólki sem hefur verið í gjörgæsluþjónustunni og þessari þyngstu COVID-þjónustu. Starfsfólki þar væri bara svona svolítið ástandið á þeim eins og þau væri að koma úr stríðsátökum. Þetta var í sænskum dagblöðum í fyrradag held ég held að þetta hefði verið daginn áður en að tilkynnt var að hann kæmi inn sem ráðgjafi. Og það er ekki honum að kenna, það er faraldrinum að kenna hvernig þetta ástandi er. Hér kannski mætti ekki jafn mikið á eins og sænska heilbrigðiskerfinu, en það er samt sem áður þannig þetta eru örfáir einstaklingar á Íslandi sem að bera þetta uppi, fólk með mjög mikla sérþekkingu. Og það verður bara, við erum það verður að tryggja að það fólk sem að skiptir grundvallarmáli til þess að við séum hérna með alvöru heilbrigðisþjónustu sé í færum til þess að sinna því og það séu nógu margir sem að þessu koma. Herðu, ég ætla það er líka eitt að því ég er frá opinberum starfsmönnum, þá er líka núna, það liggur við að maður leggist í samsæriskenningar því að nú er þulinn upp mantran að opinberir starfsmenn eru svo margir og þeim er að fjölga svo mikið og þeir eru svo háum launum. Meðallaun á unna klukkustund eru lægri en meðallaun á vinnumarkanum í heild fyrir heilbrigðiskerfið.
Það hafði fjölgað einhverjum 7.000 til 8.000 starfandi. Þetta fyrst og fremst sumarstörf hjá sveitarfélögum og átakið hefjum störf. Og svo eru einhverjir sem eru nú hér að sjá hraðpróf, sjá bólusetningar. Það búið að náttúrulega kalla inn bakvarðasveitir og mikinn mannskap til þess að halda þessu gangandi. Og þetta eru nú öll ósköpin, en þarna var verið að miða við ágúst og það hefur ekki vaxið hlutfall opinberra starfsmanna mannfjölda til dæmis í 15 ár. Nei. Herðu, en ég með langar að spyrja aðeins skatta, því að þú sagðir áðan að fólk hefði auðgast mikið á tímum COVID og á árunum eftir hrun var settur á auðlegðarskattur, meðal annars með þeim rökum að ójöfnuður hefði aukist á árunum fyrir hrun og það hefði orðið óeðlileg auðsöfnun og þetta var svona eins og næstu í röki voru svona sambærilega verið að setja á svona haircut skatta sem eru oft settir á svona mikinn hagnað. Þetta var sett til dæmis á stríðsárunum á Íslandi, það var sett skattar til þess að ná stríðsgróðunum eftir stríðsárunum, eftir að ná því, það gegnum svona. Ertu að segja það að við séum jafnvel í þeirri stöðu núna að við ættum að horfa á það að leggja sérstaklega á auðlegðarskatt vegna þess hversu mikið auður efnameiri hafi aukist á tímum COVID? Já, ég ekki í nokkrum vafa það og það hefði alveg verið tilefni til þess fyrir COVID en núna þegar við erum augljóslega þurfum að efla tekjustofna ríkissjóðs að þá það ekki nokkuð vafi í mínum huga, það gríðarleg eignasöfnun og hjá ákveðnum hópi í samfélaginu og ég alveg sannfærð það líka, það verið að tala skattheimtu sem hefur verulega lítil áhrif á þennan hóp en skiptir sköpum fyrir velsæld samfélagsins í heild. Herðu Sigríður Ingibjörg, ég ætla að byrja að hinkra en við ætlum að skipta niður í þing þar sem að Kristrún Frostadóttir hefur verið í umræðu fjárlög í allan dag. Þú heyrir í mér, Kristrún, ekki? Ég heyri ykkur. Viltu ekki bara gefa okkur svona rapport eins og þú sett þingfréttarritari? Hvað að frétta umræðinu niður á þingi? Já, það að klárast núna bara umræðum fjáraukalögin að ég stökk nú út meðan síðasti mælandi var á og svo verður rætt uppstokkun í stjórnarráðinu og við vorum í Samfylkingunni að mæla fyrir breytingatillögu á fjáraukalögunum til þess að heimila eingreiðslu til öryrkja líkt og var gert í fyrra út frá því sjónarmiði rammi fjáraukalaga í rauninni frekar þröngur. Það mega ekki vera útgjöld sem ekki ófyrirséð eða ríkissjóður kemst ekki hjá því að greiða. En það sem við höfum vakið athygli á að það má til dæmis sjá í fjáraukalögunum beiðni fjárheimild fyrir ríkissjóð að fá alltaf 9 milljarða aukalega til að standa straum af verðbótum á skuldir þeirra. Þannig að það liggur alveg fyrir að það gríðarleg verðbólga sem að hafa áhrif á ríkissjóð og þykir eðlilegt að sé veitt heimild fyrir því og þess vegna vekjum við athygli á því að það augljóslega ekki eðlilegt árferði í dag þegar kemur að viðkvæmustu hópunum okkar og finnst þess vegna rými innan fjáraukalagana núna til þess að leggja fram þessa tillögu. Þetta mun auðvitað ekki leysa vanda þessa hóps en þetta tímabundin að minnstakosti aðgerð til þess að vinna á móti þeirri gríðarlegu töf sem hefur verið í þessum málaflokki öryrkja og nú sit ég í fjárlaganefnd þar sem við erum með rosalega þröngan tíma núna til þess að vinna fjárlögin og þar til dæmis ljóst að minnstakosti eins og fjárlögin komu fyrst frá ráðuneytunum að það ekki ætlunin með þær fjárheimildir sem þar eru að breyta miklu í málefnum öryrkja. Þannig að okkur fannst bara algjörlega óásættanlegt að hvorki ætlaði ríkisstjórnin að koma með auka greiðslu núna sem að væri skatt- og skerðingarlaust til að vinna móti þessari dýrtíð, né að setja meira í málaflokku öryrkja á næsta ári, þannig að fólk væri að bíða í 1,5 ár eftir breytingum. Það sem ánægilegt að það samstaða með stjórnarandstöðuna með tillögunni. Við erum 4 flokkar á tillögunni og það svona fólki svolítið heitt í hamsi að reyna að fá stjórnarliðina með okkur og við verðum bara að sjá hvernig þetta þróast þegar umræðan fyrir stað.
Það voru nú þingmenn VG sem að töluðu samkennd sína með fátækufólki og öryrkjum í gær, þannig að það ætti að vera hægt að búa til brú þar yfir, eða ekki? Ég hefði haldið það og ég ætla bara að leyfa mér að vera vongóð að þessi breytingu til að verði samþykkt. Ég held að þegar fólk átti sig á samhengi hlutana, það upphæðir sem að við erum að ræða og samþykkja þessa dagana og sérstaklega kannski í ljósi þess augljósa vanda sem á núverandi fjárlögum sem að virka eins konar embættismanna fjárlög í raun og ekki mikið pólitíki í, að það verður ekki mikið gert í bráð fyrir þennan hóp. Við munum auðvitað berjast fyrir breytingum núna í fjárlögunum og verðum með breytingatillögur þess efnis að taka mið af stöðu þessara hópa, ekki bara að verjast, heldur líka að sækja fram á ákveðnum vikstöðum. Það sérstaklega mér umhugað okkur samfélkingun húsnæðiskerfi til að mynda, en þetta auðvitað ákveðin neyðarúrræði núna, en hjá þessu verður ekki komist og ég bara vonast eftir því að við sjáum núna þegar þetta fer inn í nefnd, vonandi í lok kvölds, að þetta verður tekið til umræðu í fjárlaganefnd og það komist gegn. Herðu, við vorum með Ásgeir Brynjar í upphafi þáttarins og hann var að fara yfir svona helstu niðurstöður fjármálaráðs út af fjármálastefnunni og það var eiginlega svona tvennt. Það var annars vegar þetta svona klassíska að það ekki alveg verið að vinna eftir svona þeirri hugmynd sem að liggur á baku þetta, að fyrst sé búin til stefnan og svo áætlunin og svo fjárlögin, heldur þetta eiginlega öfugt. Þannig að þau eru að finna að því að það sé alltaf verið að breyta svona stefnunni og áætluninni og stefnunni svona út frá ákvörðunum dagsins. En svo var önnur niðurstaða sú að hallinn á ríkissjóði á næsta ári væri það mikill að svona hugmyndinar að þau myndum vaksa svona átómatist út úr þessu, að 2005-2006 væru við byrjað að greiða niður skuldir vegna þess að hagkerfið hefði vaxið svo mikið, að þetta væri eiginlega orðið óraunhæft og þetta var eiginlega mantran sem að stjórnarflokkarnir fóru með í kosningabaráttunni, af því að fólk óttaðist náttúrulega áframhaldandi hægri stjórn myndi leiða til niðurskurðar, að þá sögðu nei, við ætlum bara að vaxa út úr þessu og þið þurfum engar áhyggjur að hafa, við ætlum ekki að hækka skatta, við ætlum ekki að skera niður, en núna miðað við það, ef þú ætla að halda þessari lögum ríkisfjármál sem að þau eru með, að þá gengur þetta ekki upp, þá verða þau að fara að taka ákvörðun, annarkvort að taka reglurnar úr sambandi, leyfa skuldunum að aukast meira eða fara seinna að greiða niður eða þá að fara að hækka skatta eða skera niður. Hvert þitt mat á þessu? Já, þetta náttúrulega margþætt staða. Sko, það tvennt í þessu. Það annars vegar þessi faraldur sem að við eigum reyndar enn við en náttúrulega mest áfalli kom í fyrra og útgjöld því tengd. Og svo það hins vegar það sem hefur svo sem verið bent á í einhver tíma sem að bara undirliggjandi rekstrarstaða ríkissjóðs og fjármögnun á henni. Þannig að sko ég held að það sé alveg 100% rétt að það fullkomlega eðlilegt að við leyfum þeim skuldum sem söfnuðust upp í tengslu við þessa náttúruhamfarir sem að við allavega vonast til þess að sé ekki að eiga sér stað á 10 ára fresti og þær aðgerðir sem við réðumst í sem að var að vernda ákveðna hluti í samfélaginu okkar fyrir framtíðarkynslóðir að þeirri skuldabyrði ef að kalla á sem slíka verði dreift yfir fleiri áratugi en bara þann sem í vændum. Það sko náttúrulega þessi hugmynd á bakvið að vaksa út úr svona áfalli en hugmyndin þarf náttúrulega að vaksa út úr einstöku áfalli. Þú getur ekki vaxið út úr undirliggjandi rekstrarvanda og þetta eitthvað sem þarf að ræða alvarlega tekjustofna ríkisins vegna þess að við sjáum þá, ég veit nú ekki hvað þið Sigríður Ingibjörg ræddu áður en ég kom inn en sko ef maður skoðar til að mynda fjármála áætlun eins og hún stendur í dag og skoðar spár hagvöxt til 2026, það má sjá að sko tekjur ríkissjóðs verðundur lok tímabilsins sem hlutfall af landsframleiðslu orðnar sko það lágar þar hafi ekki verið á því stigi í að vera 30 ár. Þannig að það sést gagngert að með þessa fjármálaáætlun það hefur verið dregið úr tekjunum. Sko, það margt jákvætt sem hefur auðvitað verið gert þegar kemur að breytingum á skattkerfi og á ekki að gera lítið úr. Ég meina það var
reynt að draga úr skattbyrði lægstlauna hópsins á síðasta kjörtímabili, en við vitum það, ég hugsi, ég þurfi ekki að útskýra það í þessum hópi, að þar var auðvitað farin leið sem að var dýrari en ella vegna þess að það högnuðist allir á því óháð því hvað tekjuflokki þú varst í. Vegna þess að þegar þú lækkar lægsta þrepi, þá lækkar það auðvitað fyrir alla tekjuhópana og gerði það verkum að við rýrðum tekjur ríkissjóðs 20 milljarða á ári og það kom ekkert á móti. Og að sama skapi má maður líka benda á þróun til dæmis í gjöldum og á vöru og þjónustu hjá ríkinu sem hafa lækkað umtalsvert á síðustu árum og það auðvitað að ræða pólitíkin á bak við það en staðreyndin svo ef þú ferð í að rýra ákveðna skattstofna og sérð að sama skapi fram á stórkostleg samfélagsleg verkefni sem að munu kalla á virkt og öflugt ríki, þá eðli málsins samkvæmt munu útgjöld að minnstakosti þurfa að halda yfir landsframleiðslu, ef ekki aukast, og þá auðvitað getum við ekki séð þessa tekjurýrnum sem eiga sér stað. En það hefur bara ekki komið upp pólitísk umræða tekjuhliðina vegna þess að við höfum náttúrulega verið núna sérstaklega undanfarin 4-5 ár með ríkisstjórn sem að hefur bara ekki trúað á umræðu tekjuhliðina nema þá að minnka þær. Og þetta eitthvað sem að kannski þykir óvinsælt, ég meina það var svolítið rætt í aðdraganda kosninga, maður ætti nú ekkert að vera að tala skatta, þess að það var ekki vinsælt, en það bara ekki hreinskilið, það ekki þá umræðu við almenning, hvernig við fjármögnum ríkissjóð. Og ég held að það sé umræða sem að hljóti að verða núna borðun á þessu kjörtímabili. Þegar þessi ríkisstjórn með öll þessi stóru verkefni sem stjórnarsáttmála, hvernig á að fjármagna þetta, koma þessu að stað og þar þurfa þetta að verða einhverjar breytingar í skattkerfinu. Og þá verður kannski svona meiri pólitík í umræðinni. Að sumuleyti þegar ríkisstjórnin var stofnuð eða mynduð 2017, þá var svona hugmyndunum út af tekju auka út af ferðamönnunum, að það væri svona tækifæri til þess að svona auka útgjöldin án þess að þurfa að hækka skatta og eitthvað svoleiðis. Og það var lagt af stað með því og svo kemur vá og allt í einu byrjaði að verða svona, kannski þetta ekki svona til langframa, kannski mun ferðaþjónustan ekki alveg skaffa okkur þessar tekjur. Svo kemur COVID og þá fer eiginlega þessi umræða alveg í frí. En kannski hún að koma svona upp á yfirborðið núna. Nú þurfum við eiginlega að fara að tala um svona pólitík. Hvernig ætlum við að hafa skattkerfið okkar? Hvernig ætlum við að reka kerfið, Þetta gerist ekki svona automatist af sjálfu sér með einum hætti, og við getum ekki tekið endalaust úr sambandi svona þessar svona eðlilegu kröfur að það sé eitthvað svona jafnvægi í ríkissektornum eða eigi það minnst að það sé ekki stofnað til skulda nema það sé þá til þess að búa til einhverja góðar eignir. Nei, ég meina auðvitað verðum við að gera greinarmun á einmitt eðli útgjaldana. Ég meina það eitt að skuldsetta sig fyrir fjárfestingum sem eru arðbærar og líka bara geta dregið úr útgjöldum ríkissjóðs síðan meira á þjóðarbúsins. Ég meina hugmyndin til að mynda á bak við þær tillögur okkar sem við höfum talað fyrir í Samfylkingunni varðandi húsnæðiskerfi snúa því. Ég meina það gríðarlegur kostnaður þó þú takir heimilin út fyrir það og út frá svona réttlætis sjónarmiði að fólk eigi að geta búið í öruggu húsnæði, fallegu öruggu húsnæði sem að það hefur ráð á og þarf ekki að hafa áhyggjur af of mikilli hækkun á leigu. Þá hægt að fara með þetta argument yfir í kostnað fyrirtækja og kostnað ríkissjóðs. Við sáum í fyrra að ríkissjóður var að þurfti að leggja hendi og það kemur fram í fjárlagaumræðunni núna 3,6 milljarða aukalega vegna verðbólgu í hinu þessa liði. Það er jafn mikil upphæð, jafn há upphæð og við erum að setja inn í almenna íbúðakerfi hverju einasta ári. Þannig að ríkissjóður með sinni stefnu, vanfjárfestingarstefnu, að skapa verðbólgu þrýsting sem ekki bara að leiða til þrýstings á heimil og fyrirtæki, heldur við ættum bara að horfa innan við, að skapa líka ójafnvægi í ríkisrekstrinum. Og ég held að þannig hugsun á bak við fjárfestingu, hún farin að heyrast, við heyrum alla flokka að tala þetta, en síðan ekki alveg, ég held pólitísku kjarkurinn á að fylgja þessu eftir. Þannig að það eitt og það alltaf læg skuldsetja fyrir því, en við ætlum að fara í breytingar á rekstrarlíkunum og rekstri og fara í ákveðin útgjöld sem við getum sammælst að séu mikilvæg, þá verðum við þetta líka bara að vera hreinskilin með fólk. Einhvers staðar þarf þá að fjármagna þessa hluti og þar þarf að taka pólitískar ákvarðanir og þar þarf auðvitað bara að vera hreinskilin með fólk og segja, við þurfum að leita leiða til þess að jafna leikinn og ég held að þetta
hljóti að vera svolítið svona, komið svolítið sjálfkrafa inn á pólitíska borðið eftir að við sáum þennan stjórnarsáttmála og sáum svo fjárlögin. Vegna þess að það var svo miklu lofað í stjórnarsáttmálanum og svo koma fjárlögin og alveg eins og ég veit ekki Ásgeir fór kannski inn á þetta áðan, hérna var sagt í umsögn fjármálaráðs, það er ekkert samhengi milli stjórnarsáttmála og fjárlagana og fólk auðvitað ekki fætt í gær, það átti sig á því að það þarf eitthvað að breytast, þetta snýst ekki að álagningin verði óbærileg á venjulegt fólk, þetta snýst bara að við þurfum að endurmóta samfélagið okkar og við þurfum að taka ákvarðanir hvernig það er gert, eins og þú segir, þetta fellur ekki í himnum ofan, þetta gerist hérna inn í þinginu og ríkisstjórnarborðinu, hvernig við eflum þessara tekna og þetta auðvitað bara mjög mikilvæg umræða núna. Erum við búin að missa Sigríði Ingibjörgu? Er ég búin að taka niður? Nei, þú varst svo tímabundin að þú ætlaði bara rétt að staldra hérna við. Já, ég er nefnilega verið að rjúka í næsta hlið. Já, ég ætla nefnilega að bera þetta síðasta sem þú sagðir undir Sigríði Ingibjörgu. Þetta með þetta gerist inn í þinginu, sagðirðu. Af því að einhvern tímann við Rauðaborðið, bara fyrir stuttu síðan, það var fólk úr stjórnarandstöðunni sem satt hérna. Og það var svona að tala að það yrði kannski meiri samstaða með stjórnarandstöðunni núna heldur en áður var. Og ég held að það var bara svona tilfinning sem fólk hafði að því að miðflokkurinn var svo stór síðast að nú hann lítill og það sé bara auðveldra að búa til svona sátt. En svo kom út úr samtalinu að hvað gætu þessi flokkar sætt sig við og þá nefndi einhver og aðrir tóku það undir að það væri samstaða með verkalýðshreyfingunni. Þannig að spurningin það hvort að þessi mál sem við rætt hérna til dæmis, hvort það liggi ekki svolítið á verkalýðshreyfingunni að gefa svolítið tónin í skattastefnum, í húsnæðismálum, sem að hinnir ólíku flokkarinn á þingi geta kannski orðið samstíga Nú má vel vera að flokkandi geti komið sér saman eitthvað og síðan taki verkalýðshreyfingin það upp, en ég bara meiri trú á hinni leiðinni. Hvað segir þetta, Sigríður Ingibjörg? Liggur ekki á ykkur út af þessum trúið því að sé smá ákveðin tímamót að nú verðum við að fara að ræða skattana og verðum að fara að ræða kerfin okkar ef ekki viljum við láta þau bara skerast niður af því að vantar yfir skatta og líka svona eins og fjármálareglunar, hvort að við eigum að þola meiri skuldi til þess að byggja hér upp öflugra samfélag. Verkalýðshreyfingin ber henni ekki núna, sérstaklega því það eru framundan samningar sem að mögulega opnast meiri tækifæri til svona samfélagslegra breytinga heldur en bara umræðu hækkun á kaup og kjörum. Ekki svona ákveðið svona söguleg staða fyrir verkalýðshreyfinguna að stíga inn í þetta? Hvað segja, pólitíska tómarúm? Jú, ég meina, og okkur bara ber skylda til að gefa það og ég vil líka segja, verkalýðshreyfingin hefur við ASÍ og BSRB erum mjög samhljóma með það að við viljum auka fé inn í almenna íbúðakerfi svo að það sé byggt hér upp húsnæði sem er niðurgreitt húsnæði, þannig að við séum að dempa markaðinn sem er áfram og bara veita fólki húsnæðisöryggi og við höfum líka, ég meina ASÍ skrifaði það er ekki langt síðan útkom skýrsla fjármagnstekju og eignaskatta frá þeim og við höfum í okkar umsögnum lagt áherslu á þetta en við þurfum auðvitað með skipulugum hætti að ræða þetta og ræða við stjórnvöld í aðdraganda kjarasamninga og það nú bara, ég hugsa að það fari í gangi byrjun næsta árs en við erum að horfa á húsnæðismálin og bara afkomu öryggi, við höfum áhyggjur af þeirri kjaragliðnun sem að verða og höfum margoft bent á að það að lífeyrisþegar að dragast aftur úr og svo bara viljum við tryggja almennilega fjármögnun á hinum opinberu kerfum því að þau eru verðmætaskapandi. Það að vera með öfluga almannaþjónustu, með góðu menntakerfi, góðu heilbrigðiskerfi og félagskerfi býr til velsæld sem að eykur möguleika samfélaga á að vaxa og skapa verðmæti. Þú tekur sérst ekki undir því sem að margir sjálfstæðismenn segja að það sé fólkið á hinum almenna markaði sem býr til auðinn en það sé opinberu starfsmenn sem sóun. Nei, ég held að það náttúrulega bara að lýsa gríðarlegum skilningsleysi á félagslegum innviðum samfélaga. Og auðvitað, þetta eru tveir ólíki vinnumarkaðir sem fást við ólík verkefni, en mér finnst alveg óþarfi á,
hafa bara sikkvort hlutverkið og bæði eru jafn mikilvæg og ég vil nú meina, þú veist, það nú oft talað sko það þurfa að fjármagna velferðina, það svo sannarlega rétt, en til þess að geta búið til verðmæti þá þarftu velferð, nema þú viljið samfélag algjörs ójöfnuðar og þann kostnað og ömurleika sem því fylgir. En það hættan, Sigríður Ingibjörg, að það hættan að ef að það verður ekki mótuð eitthvað svona leið út úr þessu, að þá munum við bara halda áfram að reka samfélagið samkvæmt svona þeim samfélagssáttmála sem hefur verið svona sem nýfrjálshyggjan og þá munum við bara fara að horfa upp á niðurskurð ef það verður ekki samstaða með verkalýðshreyfingarnar og kannski stjórnarandstöðuna og þingi og fleiri aðila til þess að verjast þessu. Er það ekki bara... Jú, það er bara þannig sem það og það líka sko... Og ríkisstjórnin ekki með neina stefnu aðra, heldur hann bara að láta þetta eiginlega ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins sem að innleiddi hér nýfrjálshyggju frá 95 til 2007 sem við völd. Já, og mér fannst svolítið að því ég þurfti nú að lesa stjórnarsáttmálann og reynda greinan svona svolítið og flokka og hvað væri hvað og svona til þess að við getum áttað okkur á hvað væri á ferðinni og ég hafði pínlítið á tilfinningunni að það væri svona svolítið verið að setja, þú veist, já, BSRB sagði þetta, setjum það hér inn, já, viðskiptaráð hefur talað mjög mikið þetta, setjum það hérna inn. Þannig að það væri svona, bara svona kastað inn og svo gat maður ekki séð neitt svona rauðan þráð eða hvað og það svo augljóst að þetta er ekki allt svona, það er ekki hægt að samhæfa þetta, allt sem að þarna stendur. Og það áhyggjuefni, en ég alveg sammála þér, þá verðum við hinn, verkalýðshreyfingin, að samhæfa okkur og stjórnarandstaðan virðist þú vera ágætlega samhæfð svona í upphafi nýs kjörtímabils. En þetta eru gríðarlegir hagsmunir, bara ef við tölum örorkukerfi þó að það sé ekki eitthvað sem að við í BSRB sko fóstrum sérstaklega, þá látum við okkur það varða. Það bara skiptir máli og það búið að fara þannig, það kerfi mjög bara flókið eins og margoft hefur verið bent á og erfitt kerfi að reiða sig á fyrir fólk og bara niðurlægjandi og ófyrirsjáanlegt einhvern veginn. En það að lagfæra það kerfi mjög dýrt, það mun verða mjög kostnaðarsamt, það kostnaður sem við verðum að fara út í. Af því að annað óforsvaranlegt, en það að láta kerfi reka svona á reiðanum, þá ertu bara að safna kostnaði. Eitt kostnaðurinn sem það mun vera fyrir ríkissjóð að lagfæra þetta, hitt síðan kostnaðurinn sem að einstaklingarnir sem að eiga sko hafa afkomu sína kerfinu, hitt kostnaður þeirra og barnanna þeirra sem að sko við það að lifa á fátækramörkum og við þá niðurlægingu sem fylgir því að búa við kerfi sem að einhvern veginn frekar að refsa þér heldur en að styðja við þig. Sigríður Ingibjörg, það gaman að fá þig hingað að spjalla og taka þátt í þessum skrýtna þætti. Þetta svona járnbrautastöð, hérna komið vagnar og stoppað og keyrt framhjá. Ég átti að skila kveðju til þín og hérna hlustenda, frá þeim báðum, bæði Kristrúnu og Ásgeiri Brynjari. Það er gaman að koma hérna við. Ég fæði einhvern tímann seinna því að ég held að þetta við höfum komið að einhverju máli sem ætti að verða svona söguþráður vetrarins. Það það hvernig verkalýðshreyfingin stillir sig saman svona kröfur svona meginlínur samfélagsins. Því að það rétt sem þú segir, það ekki hægt að lesa minna meginlínur út úr stjórnarsáttmálanum. Þetta svona stundum kallar maður þetta svo matseðill og kínversku veitingastað. Það eru svo margir réttir að maður einhvern veginn hættur að vera svangur þegar maður komin í þetta. Það sem maður vantar eiginlega inn í pólitíska umræðu í dag eiginlega bara matseðill dagsins. Það eru þessi 4, 5, 6 atriði sem eru meginatriði sem við ættum að vera að ræða Og til þess að geta bætt stöðun í húsnæðismálum þá þurfum við að gera þetta og til þess að geta bætt þetta þá þurfum við að gera þetta og við verðum að ræða þetta þannig. Vonandi kannski fæ ég að kalla ykkur hérna við rauðaborðinu þannig að við getum fylgst með því hvernig þessar hugmyndir eru að þróast. Takk aftur kærlega fyrir. Takk fyrir. Og gestunum sem eru flognir, þakka ég kærlega fyrir og ykkur hlustendur sem stöndur hérna við og hlustu okkur tala, þakka ykkur kærlega fyrir. Á morgun þá verður bara einn viðmælandi, það hérna í sósíalísku menntakommuninni verður hérna masterclass í
masterclass aðgerða sinna og við vorum með Sólíu Tómasdóttur hérna mánudaginn. Á morgun kemur Sema Erla Serdar og ætlar að tala við mig sína baráttu, hvaða áhrif hún hefur haft á samfélagið og hvaða áhrif baráttan hefur haft á hana sjálfa. Sjáumst þá. Takk fyrir í kvöld.